pH-hugtakið er mælikvarði á styrk H+ jónarinnar í vatnslausn. Við rifjum það upp að hreint vatn hefur þá tilhneigingu að hvarfast við sjálft sig og mynda annars vegar svokallað hýdróníumjón og hins vegar hýdroxíjón. Það er styrkurinn af hýdróníumjóninu sem gefur sýruvirkni og það er styrkurinn af hýdroxíjóninu sem gefur basavirkni. Í hreinu vatni þá er styrkurinn af H3O+, hann er 1 sinnum 10⁻⁷ og styrkurinn af OH- er einnig 1 sinnum 10⁻⁷. Þannig að í hlutlausri vatnslausn er með jafn mikið af sýru og basa í vatninu. Svokallað jónamargfeldi vatns er þá síðan grunnurinn af því sem við köllum sýrustig, en jónamargfeldi er þá þessar tvær tölur margfaldar saman sem gefur mér þá 10⁻⁴. Ef að styrkur H3O+ jónarinnar er minni en 1 sinnum 10⁻⁷, þá er ég með basa, og ef styrkur jónarinnar er meiri en 1 sinnum 10⁻⁷, þá er ég með sýru. En pH er það skilgreint sem mínuslogginn af styrkinum af hýdróníumjóninu. Það er rétt að taka fram hérna að oft á tíðum er hýdróníumjónin og vetnisjónin notuð í sama tilgangi þegar verið að tala um sýrur. Þar sem að H+ og H3O+ hefur þá sömu merkingu í því samhengi. Hér er það skilgreiningin á pH og hún er oft líka skrifuð þá einmitt pH í átt að mínuslogginn af H+ á þennan máta og stundum þægilega að nota hana bara. En við erum með aðra skilgreiningu sem er kallað pOH sem er að samanskapi mínuslogginn af OH-. Svona. Tengslin hérna á milli eru þau að pH-gildið plus pOH-gildið gefur mér alltaf 14. Og ástæðan fyrir því ef ég tek mínuslogginn af þessu hér margfeldi, þá fæ ég út 14. Til að finna styrkina beint frá pH-gildunum þá þurfum við að beita smá stærðfræði, en út úr því fáum við að styrkur sýrujónunnar er alltaf 10⁻⁻pH og styrkur basajónarinnar er þá alltaf 10⁻⁻pOH á þennan máta. Þannig að við rennum aðeins yfir þetta í snatri. Vatn hefur tilhneigingu til að hvarfast við sjálft sig og myndar sýrujón og basajón. Í hlutlausu vatni, þessum pH-ið er 7, bæta því við hérna, að þá er styrkur sýrujónar og styrkur basajónar sá sami og jónamargfeldið af því gefur mér 10⁻⁴. Ef styrkur sýrunnar er minni en 10⁻⁷, þá er ég með basa og það er meira en 10⁻⁷, það er sýru. Það þýðir út frá þessum jöfnum að ef að pH-gildið er yfir 7, þá er ég með basa og pH-gildið er undir 7, þá er ég með sýru. Við getum síðan fundið styrkina á H+ og OH- beint frá pH-gildinu með þessum hérna tilteknu jöfnum.